Það eru Hamasmenn sem að vinna uppkasti og Hósinu Dína stillir upp í sókn hérna. Adama Darboe á honum. Þetta eru tveir bestu bakverðir deildarinnar sem eru að mætast þarna. Þvílík reynsla beggja megin. Jaden King, hann sjá við, hann fer bara strax á stað og byrjar að skora. Eins og ég sagði á þessi strákurinn með 28 stig og 8 fráköst í deildinni í vetur. Ég sá hann spila einn af lokaleikjunum í fyrstu deildinni á móti Skaganum, liðinu sem að vann deildina. Hann var frábær í þeim leik, þessi strákur getur skorað, ég get lofað ykkur því. Þetta er Frosti Valgarðsson, 17 ára strákur sem að er að stilla upp í sókn. Dama sækir á körfuna, hann er svo klár. Ótrúlega góður að lesa hvað er að gerast í kringum sig. Það snýður boltan Jaden sem að fer af stað, leggur hann ofan í, nei, gengur ekki. Þetta koma ármenningar að fara inni, Frosti sterkur. Frábær vörn hérna, Birkir Máni. Þeir eru tveir hérna 19 ára gamlir, Birkir og Lukas. Adama fer af stað aftur, frábær í boltahindrunum, les leikinn vel. Ef hann fær skot og tekur hann það. Hann tekur það sem hann fær, það er bara hannig. Þú skora fyrstu 5 stig ármenninga. Ármenningar eru bara skipt á öllum boltahindrunum, halda þeim fyrir fram á sig. Það er greinilegt að Steinar Kaldal, þjálfari ármenninga, er með eitthvað leikplan í gangi hérna í kvöld. Saxon, mikil skytta, gengur ekki hérna hjá honum og Kótsins kemur hérna á ferðinni. Jaden King skorar, þetta er bara Jaden King á móti Adama Darboe eins og staðan er. Tæknideildin er að tala um að ármenningar voru síðast 92-93 í efstu deildinni. Þangað til einhver vefengir það, þá ætlum við að halda okkur við það. Jackson sækir hann á körfuna, þetta er fjölhafi strákur. Það er gaman að segja frá því að hann var nýkominn til landsins þegar að þjálfari hans, Steinar Kaldal, tók hann í áramótapartí til Jóns Arnórs Stefánssonar sem að ég var í. Og þannig að fyrstu dagar hans á Íslandi voru eittir í Laugardalnum einmitt í einhverjum áramótapartíum og við fengum að kynnast þessum strák og heilsteyptur og góður drengur. Og góður í körfubolta líka. Sem er Dína fyrir þetta á stað. Hann þarf ekki mikið pláss til þess að láta vaða. Hann er ófeiminn. Þarna sjáum við þetta. Gengur ekki hjá honum. En við viljum sjá meira af þessu í kvöld. Hann er ekki að fara að hika við að skjóta. Frábær sending á Adama hérna á Cedric Bowen. Þess að segja tveir leikmenn þarna sem komu upprunalega í KR en enduðu síðan hjá Ármanni. Cedric kom inn fyrir mörgum árum síðan. Og er búinn að eignast bara fjölskyldu hérna og topp drengur. Setur lítið ofan í 10-6. Við sjáum nú bara ármenningar eru bara að skipta á öllum skrínum. Hamasmenn, þetta er dálítið skrítið fyrir þá. Það er að skrefa fótjós þarna. Það er greinilegt eins og segja að ármenningar eru með eitthvað plan. Þeir eru bara að skipta á öllum hindrunum, hvort sem það er með bolta eða án. Og þetta er eitthvað svona að vefjast fyrir Hamasmennum, það er alveg klárt. Adama rólegur, fer hérna á stað.
finnur aftur Cedric. Frábært skot, hann svo mjúkur að þessu færi, þetta það sem hann hefur, hann stór strákur, þetta stór skrokkur en hann mjög mjúkur af þessu millifæri. Hann dálítið eins og Dominika Smilka að þessu leyti. Þarna kemst Jaden King aftur á körfuna. Staðan 12-6 eftir rúmar 3 mínútur. Hamasmenn geta varla verið ánægðir með varnarleiksins hérna í upphafi leiks. Frosti leitar að Darbón, sóknarleikurinn ákveðinlega að fara mikið í gegnum hann. Þeir vilja hans að taka ákvarðanir. Og sendi ekki orðandi á Cedric í horninu þarna. Þetta getur hann. Stór skrokkur með mjúkt skot. 15-8, frábær byrjun hjá Ármenningum. Aftur leitar Jaden King sem að lætur vaða. Það gengur ekki. Gaman með frákasti. Frábær sending hjá honum, hann svo þolinmóður. Hann vissi nákvæmlega hvert hann var að fara að gefa boltan, hann var bara að bíða eftir því að Jackson myndi byrja að hlaupa svo hann gæti gert það. Hann leita fótið sérna undir körfinni, það gengur ekki. 3-1, Jackson gefur boltan að Frosta sem að klárar. Hann biður leikhlé fyrir Hamar. Þeir segja já. Gangast bara við því. Þeir sammála honum þetta. Bara upp úr aldamótum held ég. Þá kom hann fyrst í Grindavíkurliðið. Fór svo aftur til Danmerkur og skilaði sér svo í KR. Þannig að við leiðréttum það hér og nú. Hamasmenn Hósamedína þarf ekki mikið plás. Fyrir kynntjafst að körfuna leggur hann ofan á 10 stig hjá honum hérna. En eini leikmaður sem við skora fyrir Hamasmenn. Frosti lætur vaða. Stuttur hérna. Það bara baráttu hjá Arnaldi. Þetta strákur sem kemur úr Val. Ég man eftir honum þar. Þetta baráttu naggur í alla staði. Bowen. Jackson fer á Jaden King. Góð vörn með Jaden hérna. Það komar að ferðinni. Jaden leggur aftur á stað. Sækir villu. Við sjáum Björn Ásgeir kominn inn á. Mjög mikilvæg leikmaður fyrir Hamasmenn. Aftur Jaden King. Þeir ráða ekkert við hann. Komið með 12 stig og sækir víti að auki. Þarna skiljaði bara Frosta eftir að leinan. Hann bara haldaði minni í leiknum. Þrettán stig hjá honum hérna á fyrstu 5 mínútunum. Ég sagði ykkur sem strákar getur skorað boltanum, hann að sýna það. Frosti fyrir að stað, frábær hreyfing hjá honum, tekur smá hik, lætur eins og hann sé ekki að fara að gera neitt og svo platar hann alla og fer af stað. Ég ætla víst að gera eitthvað. Hósei sækir villin á Arnald þarna. Aðeins og aggressífur. Sjáum hérna, þeir skipta bara á þessu. Og það málið með að Hósamedína, hann hérna sáum við Frosta að fara af stað, ég ætla ekki að gera til það, víst að fara. Smá hik hérna
Jose Medina, þetta frábær sendingamaður líka, en ef þú skiptir bara á hann og heldur hann fyrir fram að þig, þá lendir hann í smá vandræðum. Þegar að vörnin þarf ekki að breiðast við á neinn hátt. Núna klikkar hann á vítinu, Hamas með neita að skora nema að sé Jaden King. Arnaldur, góður skotmaður, sækir hérna á körfuna, hræðir ekki út, þarna kemur villan. Hraustur strákur. Svo vítaskot. Geigar á seinna, 9 stiga munur, 22-13. Loksins kemst hann fram hjá einhverjum. Þarna kemur fyrst að karfa einhvers annars en Jaden King, Jose Medina. 22-15. Aftur fer Darboe á stað. Fær skotið sitt, beint ofan í. Það eins og sé, hann bara að taka sem hann fær. Jaden fyrir hérna á Arnald. Erfitt skot, gengur samt. Það ekkert erfitt þegar þú ert að skora og nærði í öllu, þá verður allt auðvelt. 24-17. Aftur leitaðir að Darboe. Frosti, frábær sending hérna á Cedric Bowen, leggur hann ofan í. Þar var góð. Frosti búinn að eiga flottar mínútur hérna í byrjun. Sjáum hérna vel tímasett sending. Og þetta að skemmtilega við Cedric Bowen að eins og ég segi, stór skrokkur hérna sem að klára bara nálægt körfunni, en svo getur hann stigið fyrir utan og nelt einhverju skotum niður. Og talandi stór nöfn, þarna kemur stór maður með stórt nafn, Ragnar Nathanaelsson, landsliðsmaður og herra Hveragerði, segja sumir. Sjá hvernig ármenninga bregðast við þessu. Það breytir öllu að fá einn mann sem 2,17, 2,18 cm á hæð. Þú þarft að gera ráð fyrir honum. Jose Medina finnur Ragnar, nei, hann ekki að grípa hann. Dama búinn að vera algjör tök á þessum leik hérna í upphafi, aftur fer hann á stað. Sjá hvað hann fær. Finnur Jackson í horninu sem býr sér til þriggja skot, gengur ekki. Ragnar með frákastið. Jose Medina í stemningsstress, það gengur. Þetta getur hann. 27-20. Aftur kemst Jackson á körfuna og þarna það Kári Kaldal, sonur þjálfarans, sem að setur hann úr horninu, þakkar föður sínum traustið. Þarna finna þeir Ragga og þetta eins og ég segi, þú þarft að bera virðingu fyrir þessu. Það náungi sem kominn inn á sem að getur tróðið yfir alla. Þetta orðið aðeins erfiðara fyrir ármenninga að spila þessa vörn sem þeir vilja spila. Arnaldur Grímsson ætlar að svara fyrir þetta, gengur ekki. Þetta koma þær aftur og ég heldur séu bara að fara að hlaupa sama kerfi. Þetta kemur Jaden, finnur sér skot. Gengur ekki. Og sending hjá Adama. Arnaldur fer á stað, fer í erfitt skot, gengur ekki. Új, æjæjæj. Frábær sending, ömurlegt leiða. Hinum við frábær sending og frábært leiða.
Þvílík sending á Jose Medina þarna. Jaden King átti að gera betur þarna. Staðan aftur 32-22, 10 stiga munur. Jose Medina sækir villuna. Það með þessa leikmenn sem að taka upp á því að skjóta bara þegar þeim dettur það í hug að þá safna einmitt svona villum, að því að leikmenn eru svo hræddir við að þeir séu að fara að skjóta að þeir taka stundum svona skrýtnar ákvarðanir og þarna lét Jackson bara plata sig í það að stökkva of nálægt honum. Jose Medina sagði takk fyrir þetta og fer núna á vítalínuna í 3 vítaskot. Gengur ekki. Þetta þriðja víti sem hann klikkar á í þessum leik. Þetta kemur að Kári finnur hérna Cedric Bowen. Raggi vill ekki vera þarna úti. Vel sótt hjá Cedric Bowen. Við sáum hérna sko að Raggi þarf að virða skotið. Við erum búin að sjá hann setja þessi skot niður í þessum leik. Raggi þarf að virða það. Raggi vill ekki vera þarna úti, en hann neyðist til þess. Vel gert hjá Cedric að sækja hérna bara villuna. Sækja á Ragga. Ármenningar búin að skora 32 stig í fyrsta leikluta og þau verða eflaust fleiri. Hamasmenn geta hreinlega bara ekki verið sáttir með það. Við erum komnir hérna í úrslitaseríu. Að vera að gefa upp einhver 30-35 stig í fyrsta leikluta bara ekki í boði. Úrvalsdeildin í boði, er það sem í boði hérna fyrir liðin. 34-24. Ásgeir sækir hérna sér í létt stökkskot, vel gert hjá honum. Sóknarleikur Hamasmanna aðeins breyttur og betri eftir að Ragnar kemur inn á. Það svo mikil ógn á honum. Þetta Frosti. Þetta Frosti. Talandi ógn. Hann kominn með 7 stig í leiknum. 2 stóðsendingar. Jose Medina. Vel gert þarna hjá Lukasi. Svara fyrir Hamasmenn. Það eru ungu strákunni sem að leiða þetta núna. Frosti segir bara komdu með boltan, ég heitur. Þetta fer á stað. Kemur sér á hringinn, erfitt skot, gengur ekki. Góð vörn þarna hjá Hamasmönnum, leiðunum ekki að komast of nálægt. 37-29, mikið skorað í þessum fyrsta leikluta. Það nú oft. Þetta leikur að dama hafa fyrir því. Það rólegur. Ójújúj, langt skref, kemur tilbaka, Cedric Bowen á undan, það allt ofan hjá honum í dag. 18 stig og að setja Hamasmenn bara í mjög erfiða stöðu. Þeir þurfa að draga Ragnar út á þryggjastalínu. Jose Medina sækir villið þarna. Það sýnist nú aðeins meiri harka verið að færast í varnir liðanna, það gott. Það verður nú bara að hrósa Frank fyrir að skref ekki þarna. Jaden King fyrir stöðskot ofan í. Þetta bara Cedric Bowen á móti Jaden King virðist vera. Frosti. Frank aftur fyrir hann á stað. Finnur aftur kollega sinn Cedric Bowen sem að setja hann aftur ofan í.
Þessi tveir búnir að mynda einhvers konar tengingu þarna. Ég gef hann á þig og þú setur hann niður. Flott vörn hjá Frank, þarna setur góða pressu á Jose Medina. Og Björn af stað aftur stöðskot beint ofan í vel gert. Þessi strákur rosalega flottur einmitt að þessu færi. Einn af þessum leikunum sem að líður vel á af þessu svona stutta milli færi sem að margir vilja meina að sé dautt í körfubolta, en svo eru leikmenn eins og hann sem að bara líður vel á þetta og ég fagna fjölbreytileikunum. $42 stig á rétt rúmum 11 mínútum hjá Ármenningum. Það er rosalegt. Cedric Bowen er komið 20 stig, ekki klikkað úr skoti. Björn setur víti ofan í. Þetta er Frosti af stað. Finnur Cedric Bowen. Frank. Tryggjast eða skot. Nei. Jayden. Ókei svartra Pólis komin aftur inn á. Hérna kemur hann aftur. Gott skot fyrir hann. Gengur ekki. Adama tryggjast eða skot. Já. 45-33. Ármenningar að spila virkilega góð vörn á Jose Medina. Þeir leifunum bara ekki að sjá körfuna. Þetta fyrir Björn af stað. Finnur Fordjós í stutt skot. Þetta getur hann. Meðan við allt saman þá er bara allt í lagi að Hamasmenn að hanga inn í þessu. Þetta eru bara 10 stig. Ármenningar eru bara ekki að klikka úr skoti virðist vera. Það sáum við aftur bara að Adama klár leikmaður, finnur að segja ykkur í bakinu og honum stoppar, sækir villuna. Sannar það að þú þarft ekki alltaf að fara hratt yfir til þess að fá þínu framgengt. Eitthvað á vítinu. Seinna ofan í. Og þá fær hann smá pásu, verðskulda. Til jafnaldri minn. Það voru á löngu sestunni. Gott kerfi þetta hjá Hamasmönnum, finna bara Jayden King nálægt körfunni, stór strákur með nóga pássi, hann klárar þetta. 46-38. Frosti með góða sendingu, frábæra sendingu og frábært kerfi hjá Ármenningum, svo eru þau fyrir sig. Getur upp frákastið þarna, að við sjáum bara pressuna sem þeir eru að setja Jose Medina. Þeir vita að þetta er algjör örbylgjuofn. Þeir vilja ekki hleypa honum í gang. Jackson, þryggjast eða skot. Það er allt ofan í hjá Ármenningum. Þeir eru komið 51 stig í þessum leik. Jayden King, hann fer núna á stað og hann treður þessu. Það verður bara að setja spurningamerki við varnarleik beggja liða hérna, 51-42. Þetta hlýtur að vera ofan í. Nei. Ósi fær hérna Cedric á sig, fer á hann. Finnur Björn Áskil í horninu.
Fotios að biðja boltan, fær hann ekki. Jose fer aftur á stað. Fyrir erfitt skot, gengur ekki. Jaden. Já, hérna hér. Já, hérna. Hann kominn með 22 stig í þessum leik. Hann kominn 24 stig í þessum leik. 51-45. Frosti sækir villu hérna. Já, förum bara yfir þessa tölfræði. Vel gert hjá Frosta hérna. Jaden King kominn með 24 stig. Búinn að hitta úr 10 af 14 skotum. Cedric Bowen hinn með 20 stig, búinn að hitta úr öllum 7 skotunum sínum. Adama með 12 stig, búinn að hitta úr öllum skotunum sínum. Frosti búinn að spila allar víðundir í þessum leik. Fíling orka í stráknum, er að spila góða vörn á Jose. Aggressífur í sókninni. Sáum að Adama fekk ekki mikla hvíld. Jaden á Jackson einum á aggressífur hérna. Cedric Bowen farin út af, sem gerir þetta lið miklu minna. Sem Arnaldur kominn á Fotios. Adama les þetta vel. Þetta koma í hraðaplaup. Stæla sending. Gengur ekki. Arnaldur bestum boltan, þetta endar í uppkasti. Það eru Hamasmenn sem eiga þetta. Jaden gýr sig til 30 stiga skot á. Þetta rosalegt. 27 stig. Hann búinn að ná meðaltalinu sínu á korteri. Frank fer af stað, missir boltan aðeins. Finnur Magnús Dag fyrir utan, nýkominn inn á. Hann þakkar traustið. Þetta núna eru Hamasmenn mögulega að leita aðeins að Fotios undir körfunni. Þeir eru dálítið lágvaxnari núna eftir að Cedric Bowen farin út af. Við sjáum hann að Frank lendir á honum og það getur verið dálítið ójafnt. Jaden aftur. Hann að reyna að skjóta, hann vill skjóta. Eðlilega. 4 sekundur eftir á skotleikunni og vörn á ármenningum hérna. Adama sækir hérna á Björn, finnur Arnald. Adama grípur, skýtur og skorar 59-48. 4 mínútur eftir að þessum öðrum leikluta. Jaden King. Nei, gengur ekki hjá Lukasi. Adama aftur að reyna að finna þarna erfiða sendingu. Hann tekur þetta á sig, hann veit að. Adama búinn að vera frábær hérna í upphafi leiks, komið 15 stig. Áfram heldur Frosti bara að pönkast í Jose.
Hér honum þetta erfitt fyrir þreytan. Bara setting hjá Hósi hérna í hornið og þarna leikmaður númer 10. Birkir Máni kominn aftur inn á. Frosti svarar bara fyrir. Leið og Hamarsmenn ætla að reyna að koma sér eitthvað inn í leikinn á segja Ármenningar nei. Við skorum bara. 62 stig. Jaden King. Gengur ekki. Frosti baráttu frákast vel gert. Við róum þetta niður hérna. Og Dama biður boltan. Brotið á Magnúsi Degi. Flottur skrokkur á heimstrák. Arnaldur tryggist það skot, gengur ekki. Hósi á ferðinni. Þá Frosti bara mættur. Aggressív vörn á þarna aðeins og ágengur. Hósi setur fyrra vítið ofan í. Bæði í. Kemur munurinn niður í 9 stig. Og svona miðað við hvernig Ármenningarnir eru búin að vera að skora þá geta Hamarsmenn bara prýtt sig sæla. Frosti hótar hérna, kemur sér á körfuna, frábærlega gert. Aftur hikar hann aðeins. Setur menn á afturlappirnar og fer svo á stað. Rosalegu kraftur í þessum strák. Hósi kemur sér á körfuna líka, gengur ekki. Hérna kom Ármenningar aftur Frosti. Lætur vaða utan. Þriggja stiga skot! Frosti Valgarðsson. Þetta fyrsti leikurinn sem ég sé þennan strák spila og þvílík frammistaða hjá honum. Hann búinn að spila allan leikinn á þvílíkum hraða. Það einhver, ég ætla ekki að segja það, það einhver ungur Ægir Þór Steinarsson þarna. Lítill naggur sem að lætur ekki stoppa sig. Settir í báinn, nei, hann ekki búinn að taka skot lengi, vill ekki eyðileggja tölfræðina sína. Þessum alveg sama, nei. Jaden King finnur hérna Fótiós á ungu strákarnir aðeins of ágengir hérna, það getur verið dýrt. Núna eru þau bara að senda á vítalínuna. Við sjáum við Frosta. Lætur bara vaða. Mikilvæg 90 sekundur hérna fyrir Hamar. Þeir þurfa að koma sér niður fyrir 10 stig. Það einhver andlegur þröskuldur þar. Allt meira en 10 stig þá líður þessum sérstaklega langt á eftir. Fótiós setur annað víti niður, kemur munum í 13 stig. Dama fær hérna boltan. Leitar, róar þetta niður. Fer aftur á stað. Sækir á Ragga. Stutt skot gengur ekki.
Fín vörn hjá Hamarsmönnum hérna. Þarna eru Hamarsmennir báðir stóra strákunum síðan á Fotius og Ragga. Þeir ætla að sækja á körfuna. Finna Fotius hérna. Gegn Magnúsi Degi. Nei, gengur ekki. Frábær sending hjá Adama. Eða ekki. Góð hugmynd. Aftur leitar á körfuna. Finna Fotius hérna. Hann fer aftur upp. Stutt skot gengur ekki aftur. Magnús Dagur bara gefur honum þetta erfitt fyrir. Hann að berjast í honum. Hósi lætur vaða fyrir utan. Nei. Síðasta sóknin að fara í gang hérna. Ármenningar geta komist mögulega í 70 stig hérna í fyrri hálfleik. Það væri ansi gott. Dama fer af stað. Finnur Frosta. Nei. Fer ekki ofan í. Fotius dripplar þetta bara út. Staðan 67-54 í. Það eru Ármenningar sem að hefja leik hérna á. Sá hvernig ákjöðin hjá Hamarsmönnum hérna til að byrja með. Arnaldur fær boltann undir körfunni. Góð barátta hérna hjá Hósei. Jayden 27 stig í fyrri hálfleik. Sjáum hvort hann halda í gangandi hérna í seinni. Hósei fer af stað. Hósei fær boltann aftur fyrir upp. Þriggja stiga. Já. Ármenningar gerðu vel í fyrri hálfleik við að halda honum í skefjum, en þetta náungi sem að getur farið af stað og byrja að skora. Talandi náunga sem að geta skora. Frosti Valgarðsson. Sjáum við þriggjaskoti á Hósei. Frosti komum bara fram 3 sekúndum seinna og búinn að leggja boltan ofan í. Rosalegu hraði í stráknum. Óhræddur áræðinn. Ekkert hik. Björn Ásgeir búinn að fá sína 3. villu og bara sestur aftur niður. Og fletta hérna hjá Hamarsmönnum. Jayden leggur boltan auðvitað ofan í. Darbo fer af stað. Finnur Frosta. Fær boltan aftur í horninu. Cedric Bowen. Gengur ekki. Hann búinn að klikka sínu fyrsta skoti í dag. Jose Medina. Langur þristur. Nei. Hann að reyna að trekja sig í gang. Frosti úr horninu. Stuttur. Jayden hinum megin, stuttur. Ja, vel gert hjá Daniel hérna. Nei, sóknar frákasti og klár. Hendi bara boltanum í manni sem að stendur út af. Sáum þetta sækir á boltan, að fara að hoppa út af og ja, vel gert, fljótur að hugsa hana. Sá Frosti bara komin á Jayden King. Hann settur honum til höfuðs hérna í seinni hálfleik. Fotius fær boltan, sækir villu. Sáum gömlu keppina vera að berjast. Reinkart sitt á hreinu, gömul körfuboltatónlist í gangi. Jose Medina, góð vörn hérna, en það Fotius sem hann frákastu og leggur hann ofan í 70-61. Hamarsmenn að minnka muninn, hægt og rólega niður. Hérna fyrir Darbo á stað. Blokkaður, Finnur Frosta í horninu. 3 stig í viðbót, honum líður bara vel. Honum líður bara vel, stráknum komið 23 stig í leiknum.
6 stig strax þetta í upphafi þriðja leikluta. Við sjáum að hann að berjast í Jaden King. Þeir að leita á honum hann undir körfunni. Hann ekki að leyfa honum að fá boltan. Hamasmenn sætta sig bara við eitthvað erfitt skot fyrir utan. Frosti komið fram, sækir villu. Strákurinn bara að eiga stór leik á báðum enda vallarins. Adama með frábæra sendingu. Þetta vítum við þarna. (74, 61, 13 stiga munur eins og þetta var í hálfleik. Það var aftur leitar að Jaden þarna. Lukas skrefar. Við sáum að Jaden koma að reyna að leita boltanum en Frosti bara að berjast við hann. Hann að leggja á sig bara tölverða vinnu við að leyfa honum ekki að fá boltan. Hamasmenn þurfa að fara í eitthvað annað. Adama Frosti aftur fer hann á stað. Sækir villu Fotios sem að mögulega kominn með einhverja villur. Þetta þriðja villan á hann. Frosti, frábær sending á Cedric Bowen. Hann bara með leikinn núna. Hann bara að stjórna hlutunum hann Frosti. Fotios næri ekki að klára og að biðja villu, nei. Hann komið aftur að ferði Arnaldur. Frosti úr horninu, 30 stiga, skot, já! Hvílík frammistaða hjá stráknum. Jaden King byrjir sér til, 30 stiga skot gengur ekki. 79, 61. Jackson, 30 stiga skot. Setur gróðar þetta niður. Adama biður boltan. Það reyna að búa eitthvað til Sætti sig við 30 stiga skot. Ég segi sætti mig, þetta var bara góð hugmynd hjá honum. Setur þetta niður, kemur mununum upp í 21 stig. Nú athyglisvert að sjá hvað Hamasmenn ætla að gera. Þeir þurfa að gera eitthvað. Medina fer á Frosta. Góð vörn hjá Frosta Frosti sækir villuna. Já. Bæði vítin ofan í. Adama Frosti opinn, 30 stiga skot, nei. Hósei finnur Ragnar gegn Cedric. Stuttur kemur Adama á ferðinni. Cedric með honum, klára vel. Þetta bara letileg og slöpp vörn hjá Hamasmönnum. Skila sér ekki tilbaka. En tapa Hamasmenn boltanum. Þetta algjörlega bara að spilast í áttina að ármenningum.
Eru komin í svæðisvörn hérna, ætla að reyna að halda Ragga bara undir körfunni. Ármenningar gefa hérna boltan á milli sín. Arnaldur, opinn, góður skotmaður, hann segir bara takk. Þannig að miðað við hvernig Ármenningar eru búin að skjóta boltanum í þessum leik, þá sé ég ekki alveg hvernig svæðisvörn á að gera. Ragnar með tróðslu. Þetta höfum við séð oft áður. Jackson úr horninu af spjaldinu, fær annað skot. Það gengur. Tvær tilraunir. Jaden King fyrir erfitt skot hérna, næri eigi frákast, leggur hann ofan í. Liðin eru bara að skora á víxl hérna. 87-65. Arnaldur aftur hinum megin, Jackson opinn, leggur af stað, kemur sér á körfuna, leggur hann ofan í. Þessi varnarleikur hjá Hamri er algjörlega til skammar. Nú ætla ég bara að byrja að vera reiður hérna. Vel gert hjá húsið hérna. Sækir fast á körfuna. 92-69. Þeir gefa bara boltan á milli sín. Cedric ógnar, Adama, Arnaldur, hann fer núna af stað, finnur opinn, Adama fyrir utan. Þetta eru bara æfingaskot fyrir. 95 stig á 24 mínútur. Björn Ásgeir, 3 stiga skot. Nei, gengur ekki. Gott frákast hjá Jackson hérna. Nú kemur Adama, Frosti, hann lætur vaða líka. Ég veit ekki hvað maður á að segja. Hann er komið með 30 stig í leiknum. Jaden King, nei. Cedric, hann er ekki með að skora lengi. Hann er kannski næstur. Þeir fá bara opið skot eftir opið skot. Ná sóknar frá, nei, gengur ekki. Nú kemur Jaden á ferðinni. Leggur hann ofan í, vel gert hjá honum. Hann er kominn með 33 stig í þessum leik. Frosti sækir hérna, frábær sending á Cedric Bowen. Þeim er ekki að takast að stöðva neitt, Hamarsmönnum. Ármann er að skjóta fríum, 3. skoti með að þá bara leið upp undir körfunni. Þeir eru ekki að stoppa neitt. Sáum hérna, það eru gerðar skiptingar. Lukas að koma inn á Daniel. Frosti Valgarðsson kom með 30 stig í þessum leik, 6 af 12 í 3 stiga skotum. Ármenningar eru sem lið 18 af 33. Það eru 12 mínútur eftir af þessum leik. Cedric Bowen getur verið að koma hérna í 100 stig. Áður en að 3. leikluti klárast. Og ég endurtek að við erum að spila hérna loka seríu að komast upp í efstu deild. Það er það sem er undir hérna. Hundra stig. Frank Gerritsen kominn inn á hérna, settur til höfuðs Jose Medina. Þeir eru duglegir bara að skipta mönnum á hann og vera bara að atast í honum. Ragnar lendir smá vandræðum en Jose sækir boltan aftur. Þetta er Jose af stað, kemur sér á körfuna, vel gert. Klára vel hérna. Og að vera smá kraftur hérna í seinni hálfleik, hann er að reyna að skora. Frank Gerritsen, nei.
Nei. Frank gegn Ragnari hérna undir körfunni, það er erfitt. Arnaldur býr sér til gott stutt skot. Setur hann ofan í, Arnaldur búinn að eiga flottan seinni hálfleik hérna. Kominn með 5 stig. Frosti með góða vörn, best vel ef við skrýmum neyðir Björn í erfitt skot. Það lekur ofan í, vel gert. 102-75, 40 sekúndur eftir. Kári Kaldal hérna kominn inn á. Frosti fer á stað. Arnaldur búinn að setja einn, gengur ekki. Hamarsmenn ætla að drippa þetta niður, eiga síðasta skotið. Það eru 27 stigum undir. Aftur fer Hósi af stað. Gýr sér til smá pláss hérna. Setur hann ofan í, vel gert hjá honum. Hann er komið 20 stig í leiknum. Frosti frá miðju. Nei. 100 leik. Tæplega. Hann finnir að Ragga undir körfinni, hann fyrir upp, nei, gengur ekki, næri frákast, nei, gengur ekki, næri annað frákast, nei, villa, óöpinn þarna Raggi. Lemur sjálfan sig, veit upp á sig sökina. Góð sending þarna, næri ekki að klára. Þetta er aldrei búið að vera svona dagurinn hjá þeim. Raggi svo sem góð vítaskítta, hann getur bætt upp fyrir þetta hérna. Gera það ekki. Brennir á báðum vítunum. Sjá hvort að Hamarsmenn ætla að bjóða upp á eitthvað annað hérna varnarlega, hvort það sé eitthvað nýtt að fara að gerast hjá þeim. Þeir þurfa að vera aðeins aggressívari, þeir þurfa fleiri sóknir, þeir geta ekki leyft bara Ármenningum að spila eins og þeir vilja, eins og þetta. Frábær sending hjá Frosta aftur og hérna er Frank Gerritsson mættur. Eflaust góðir vinnir. Sjáum hérna kemst Frosti inn í miðjuna, lesi þetta vel, gott hlaup hjá Frank hérna á bakvið, vel tímasett, klárar vel, Raggi Seid. Þeir eru að sundur spila þá. Frank búinn að vera með flotta innkomi hérna í dag líka. Komið með 5 stig í leiknum. Jayden kemst á körfuna, leggur hann ofan í. Þetta er svo mjúkur og góður sóknarmaður. Þeir halda sig í svæðisvörninni. Ármenningar búa sér svo sem alveg til skot. Þeir eru ekkert að drífa sig. Það eru þessi sem að þurfa að gera. Raggi á körfuna, tróðsla! Þetta er kannski það sem maður hefði viljað sjá meira í dag. Að þessi stóru strákur væri dálítið að láta meira til sín taka. Það er 24 stiga munur og 9 mínútur eftir. Hamarsmenn þurfa að neyða á til að spila aðeins hraðar. Þeir þurfa að setja smá pressa á þá. Þeir eru hérna að reyna að tvöfalda á eitthvað. Kári Kaldal, nei. Aðeins skakkur hérna. Hver er mættur? Frosti. Ótæmandi mótor þar. Hótar skotinu, kemst í stutt flotskot, gengur ekki, sækir eigi frákast. Þeir róta niður. Það fyrir Frosti af stað, frábær hreyfing, yfir Ragga. Þetta er rosalegt. Ílíkur leikur hjá honum.
Hann búinn að gera allt. Hann múið sýna ykkur allar hliðar á sér. Það líka eitthvað attitude í stráknum, það sér það á honum. Það ykkur eldmóður í augunum á honum. Smá svona reiði sem ég kann að meta. Sáum ekki alveg hvað gerðist þarna. Það eru Ármenningar sem eiga boltan. 107-81, 26 stiga munur. Adama róar þetta niður, hann kann á þetta, hann ekkert að drífa sig. Arnaldur lætur vaða. Jayden finnur Ragga undir körfunni, það broti á honum. Adama viðurkennir það, Raggi sendur á línuna. Hann misnotaði síðustu 2 vítin sín, hefur lært eitthvað af því. Lærið á körfuna, setur þetta ofan í. Hamasmenn reyna að pressa hérna, reyna að stela boltanum, reyna að koma með vandræði. Kári skynsamur hérna, róar þetta niður. Cedric fær boltan, þeir hérna á Ragga. Arnaldur, 3, 2, 1, kemur sér á hringinn. Óheppinn að klára ekki hérna. En á meðan þeir eru að brenna 20 sekundur í hverju sótt, þá er það bara allt í lagi fyrir þá. Góð baráttu Ragnari hérna, nærast á boltan í fætunar á Cedric Bowen. Hamasmenn eiga boltan. Sáum þessa löngu hramma hérna slá í boltan. King fer á stað, vel gert hjá honum að náði ekki að ákveða sig hvort hann ætlaði að tróða að leggja hann ofan í og klúðra bara. Kári Kaldal, nei, frábærlega gert hjá Arnaldi, hann fylgir þessu vel eftir. Baráttu hugur í honum. Björn Ásgeir, galopinn fyrir utan, gengur ekki. Þetta er bara saga leiksins. Frosti fer á stað, aftur yfir Ragga. Nei, gengur ekki þetta skipti. Ármenningar þurfa ekki að vera að drífa sig núna. Jayden King leggur hann ofan í. 109-85, 6 mínútur. Það er að Adama ná bara smá stjórn á þessu. Ég myndi að hann viljið hafa alltaf boltan í höndunum á sér bara. Frábær sending hjá Adama, hinum einn í horni á Frosta sem að klikkar. Og hreyfing hjá Hósek. Vel gert. Mikil gæði í þessum leikmanni. Hann er kominn með 22 stig í þessum leik, 9 stóðsendingar. Aftur sækir Adama boltan. Cedric. Arnaldur finnur Cedric aftur. Kári þarf að skjóta boltanum, gerir það, gengur ekki, endar aftur með boltan. Arnaldur úr horninu, þetta er alltaf falla með þeim ef þeir klikka og ná þeir bara sókna frákustum. Maður sér bara uppgjöfuna í Hamasmönnum, þeir eru bara að bíða eftir því að þessi leikur klárist. Þarna voru einhverjir bústrar. Frosti að fangast, Hósi lætur finna fyrir sér.
Það er Frosti loksins hvíld. Leikmaður númer 3. Þorkell Jónsson kemur inn á. Síðan svona þetta bæði lið bara verið að byrja að gera skiptingar. Jose Medina og Jaden King báðir að fara út af. Sjáu, það gengur ekki á Birki Mána. Þú að minna á það að allir leikinir verða sýndir á Stöð 2 Sport. Allir leikinir í þessari úrslitarimmu verða sýndir í sjónvarpinu hjá okkur og við viljum gera þessu góð skil. Vonandi verður þetta aðeins jafnara næst. Trú ekki öðru en að Hamasmenn læri af þessu og komi sterkari tilbaka. Dama fær boltan hérna, leggur á stað, finnur Magnús Dag sem að setur hann niður úr horninu. Sá er búinn að eiga flotta innkomu líka, það voru góð barátta í honum, 6 stig. 115-87. Dama róar þetta aftur niður, reynir stælasendingu og tapar boltanum. Dæma ásetningarna. Aftasti maðurinn hafa metið af hannig. Það eru 2 víti á boltinn aftur. Saro fyrir að línuna, trykkar. Liðin eru að byrja að tæma bekkina. Leikmann nr. 4, Arnar Dagur Daðarsson kominn inn á fyrir Hamasmenn. Daniel er ekki að skora hann. Raggi fylgir eftir, treður þessu niður. Frank Kára Kaldal sem að leggur að stað, góða hreyfingar hjá stráknum. Új, þvílíkar gabbreifingar, það er ekki að klára. Frábær sending hjá Arnari þarna á Ragga sem að er aftur reiður út af hann er ekki að klára aftur. Leikmaður númer 12 hjá Ármenningum kom inn á, Jakob Leifur Kristbjarnason. Já, Hamasmenn þurfa svo sannarlega að vinna í sínum málum fyrir næsta leik. Á sérstaklega varnar megin. Kári fer á stað, finnur Magnús Dag. Hann geigar en góð bátti að Þorkeli þarna.
Hann lætur bara vaða, hann sagði ég náði frákasti, ég ætla að skjóta. Það gengur ekki. Það eru Hamarsmenn sem eiga boltan. Arta Dagur, þryggjastaðskot, nei, gott frákast þarna. Kemur Frank á ferðinni, sækir. Kári býr sér til stuttskot, setur hann ofan í. Góðar hreyfingar hjá þessum unga strák, mjúkur drengur. Þryggjastaðskot, þetta gengur, Birkir Máni. Kári fær boltan aftur á sama stað og aftur ofan í. Virkilega vel skólaður strákur. Hann er kominn með. Sjö stig í leiknum. Magnús Dagur út af. Leikmannum 5, Egill Þór hjá Hamri, kominn á vítalínuna. Geigur á fyrsta skotinu. Það væri gaman að fá hann á töfluna. Já. Frank fyrir á stað, tapar boltanum hérna, góð vörn hjá Hamarstrákunum. Arta Dagur keyrir á stað. Nei, gengur ekki. Góð hreyfing hérna hjá Kristoffer Kato, sækir villu. Jájá, fá bara sem flesta á þessum strákum á töfluna. Jóel Fannar, Kári. Það gengur ekki. Það er aftur boltan, Kristoffer endar með hann hérna, broti á honum aftur. Það fer bara aftur á línuna. En það verður gaman að sjá hvaða útgáfu fáum að Hamarsmönnum í næsta leik. Þetta er lið sem búið að vera eins og ég sagði fyrir leikinn upp og niður. Viðlónir þessa efstu deild. Þá hlýtur að hungra í að vera hann aftur. Við þurfum þá að sýna það. Það er engin skortur á því hjá ármenningum sem eru búin að vera úr þeirri deild. Deild þeirra bestu í áratugi. Jóel, frábær hreyfing. Frábær hreyfing hjá Jóeli Fannari. Nú aðtöða hvað þessi strákur er bara gamall. Hann er fættur 2008. Þannig fer hann aftur á stað. Frank. Nei, gengur ekki. 40 sekúndur eftir. Þeir brjóta af sér. Strákanir vilja bara vera inn á vellinum. Þeir vilja lengina leika eins mikið þeir geta. Þessi frábær hreyfing hjá Jóeli. 2008, það þýðir að hann er 17 ára, 16 ára.
Egill Þór setur bæði vítin ofan í 40 sekúndur eftir. Hann búinn að koma Hamarsmönnum líka í 100 stig sem ætti nú venjulega að vera nóg nema andstæðingarnir búinn að skora 121 stig. Við verðum bara aftur að minnast á frammistöðu Frosta Valgarðssonar í þessum leik. Hann endar í 32 stigum, 5 stóðsendingar, frábær vörn, 17 ára gamall þessi strákur. Frank sækir á körfuna hérna og sækir villu. Það er nóga efni við þarna í Laugardalnum, það er alveg klárt. Ef þetta lið fer upp þá eru að fara að sjá eitthvað af þessum ungu strákum í efstu deild næsta ári. Það er það sem við viljum. Alltaf Davíð fer á stað. Finnur Kristoffer sem að missir boltan út af en þeir eiga 14 sekúndur eftir. Það er aðeins að síðan til unga strákur. Hann tekur því. Við tapar boltanum hérna, spurning hvort Ármenningar dreifla þetta bara út. 122-100. Sannfærandi frammistaða hérna í þessum fyrsta leik. Þorkell ætla að komast á blað. Hann fær tækifæri til þess núna. 3 víti. Það er spurning hvort hann sé bara sá síðasti. Nei, það er hérna næst síðasti leikmaður sem þarf að komast á skýrslu hjá Ármenningum. En frábær frammistaða hjá þeim hérna í dag. Það er oft talað að gefa fyrsta höggið. Þetta var högghrina. Andliti, magan og rassinn og allt saman. Flengdu Hamarsmenn hérna í gegnum allan leikinn. Öruggur á vítalínu strákurinn. Við minnum, eins og ég sagði áðan, á það að þessi leikir verða síðan sýndir í sjónvarpinu. Næsti leikur er á laugardaginn úr Frystikistunni í Hveragerði. Frábær sigur í Ármenningum. Við þökkum fyrir okkur í kvöld og við sjáumst á laugardaginn.